Já, Siggi, 30 ára hlaupaafmæli núna á þessu ári. Segðu mér að hvernig svona byrjaði þetta allt saman hjá þér? Já, ég var náttúrulega keppnismaður og byrjaði í brautarhlaupum og svo keppti ég nú í götuhlaupum og eitthvað í utanvegahlaupum. Ég hafði alltaf dálítið gaman að því að segja til og byrja að lesa mér til og var svona forvitin, var að kaupa íþróttatímarit og hlaupa bækur og svo þetta var nú svona kannski ekkert formleg svona tilsögn hjá mér, þetta bara var af og til, en svo einmitt hérna 1992 að þá fór ég hringinn í kringum landið með skokknámskeið og svona hér og þar, man eftir því að var á Hornafirði, Seyðisfirði, Bolungarvík, Stykkishólmi, Akranesi og svona í framhaldi af því að þá fór fólk að biðja mig æfingaáætlanir og svona smá sem að vatt það dálítið upp á sig. Segðu mér hérna, þú hefur komið víða við fyrir utan það að gera æfingaáætlanir og þjálfað alveg helling af skokkhópum og þú ert með þinn eigin æfingahóp. Nefndu mér dæmi um þessa hópa sem þú hefur verið að þjálfa? Já, í byrjun þá var það hlaupahópur eða skokkhópur Ármanns. Svo svona seinna meir þá fór ég að þjálfa hjá Fjölni, hlaupahóp Stjörnunnar, skokkhópa Álftanes og síðan FH. En ég hef alltaf svona í gegnum tíðina verið með eigin hóp eða hópa jafnvel. Ok, þannig að þú ert búinn að vera með mikið af fólki í skokkhópunum en svona þessar æfingaáætlanir sem þú hefur verið að gera, hvers konar hlauparar eru það sem þú hefur verið að hérna þjálfa? Já, það er nú svo skemmtilegt að þetta hefur verið fólk á öllum aldri, alveg bara frá 15-16 ár og upp í 70, þannig að þetta er dálítið breitt í þessu og auðvitað er dálítið misjafnt hvernig maður þjálfa fólk, sumir er nú bara svona rétt að koma sér í form, en svo aftur metnaður hjá öðrum og þá þarf maður að leggja sig svona meira fram við að útbúa æfingaáætlanir og sérstaklega þegar fólk er að stefna inn á einhvern tíma í maraþoni. Maraþon hefur nú alltaf verið keppikefli hjá mörgum og ég hef komið mörgum í gegnum maraþoni og svo náttúrulega Laugavegurinn og sem hefur verið mjög skemmtilegt verkefni að hjálpa fólki við að takast á í slíkt verkefni. Hérna, hvernig er með svona framhaldið? Hefur hugsað þér að þjálfa eitthvað áfram eða láta gott heita? Hvernig er staðan á þér? Já, meðan ég hef gaman af þessu, þá held ég áfram að þjálfa og það er auðvitað þannig að ef það er eftirspurn eftir manni, einhver vill fá aðstoð, þá heldur maður þessu áfram í einhver ár og kannski sérstaklega vegna þess að þetta bara heldur manni í gangi sjálfum. Það er bara einfalt. Eitthvað svona heilræða lokum til hlaupara, eitthvað svona sem þú myndir vilja svona að allir hlauparar myndu hérna eitthvað ráð sem allir hlauparar þurfa á að halda? Já, það geta allir hlaupið, svona nánast ef að fólk er ekki búið að lenda í einhverju slysi eða einhverju slíku sko. En svo er náttúrulega bara að setja sín eigin markmið og ætla sig ekki of, byggja sig smá saman upp, hafa þolinmæði, árangurinn hann kemur smá saman og það er svo skemmtilegt að fólk getur verið að bæta sig langt fram eftir aldri. Ég hef verið að fá fólk sem að byrjar kannski fertugt og það er að bæta sig jafnt og þétt vel yfir 50 og það er þetta sem að er svo skemmtilegt að ef þú setur vinnu í þetta að þá getur þú bætti og haft enn meiri ánægju af þessu. Fín lokaorð, takk fyrir þetta, gangi þér vel. Takk.